Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara í einhverja skemmtilega ferð núna svo í einskipti sem að við höfum verið saman á þessum stað og ætla að tala eitthvað sem drottinn vill við okkur segja í dag og ég veit að þið hafi verið dugleg fyrir að biðja fyrir þessu hjá mér og hjá okkur hérna og það er gott mál því að við biðjum hvort fyrir öðru og haldum hvora öðru uppi frammi fyrir augliti Guðs því að atgangurinn getur verið nokkur og hjá hverju okkar án þess kannski að við vitum alltaf atganginn að þá getur hann nú samt verið til staðar. Það er náttúrulega einn ástæði fyrir því að drottinn hvetur okkur til samfundar og þá má segja kannski að bænin sé á vissan hátt viss samfundur við hann auðvitað og einnig líka okkur hinn því að drottinn sér hvert og eitt okkar og hann umbunnar bænamanneskjunni fyrir það sem hún er að gera vegna þess að hún er að gera vilja hans. Og maður og kona sem gerir vilja Guðs og er upptekin við að gera vilja Guðs að henni verður aldrei, henni skortir aldrei neitt. Og líka það að hún er að gera viðkomandi greiða sem kannski er í einhverjum hremmingum í þessum og á þessum og hinum tímanum. Við vitum það aldrei. Vegna þess að við sjáum bara umhverfið okkar og þar erum við kannski ein. En það getur verið að systur og bróðir sé ykkur í kröm ykkur staðar annar staðar sem að drottinn sér og hann er kannski að hnippa í þig núna að biðja. Þá skalt þú, minn kæri vinur og vinkona, biðja. Þannig ert þú að gera vilja Guðs og drottinn heiðrar hlýðni okkar við sig. Já, hann heiðrar hlýðni okkar við sig og er það ekki svolítið svona merkilegt fyrirkomulag hjá lifandi Guði að hann skuli heiðra mig og þig í raun og veru fyrir það að gera skyld okkar. En hann vil líka auðvitað við vitum það að við erum í raun og veru að gera skylduverk okkar sem er falið í því að trúa. Það fylgir ákveðin skylduverk sem að drottinn vill að við sinnum en hann leggur ekki neinar byrðar á menn ef þeir vilja ekki sinna því þá bara sinna þeir því ekki en ef þeir sinna því það heitir hlýðni við vilja Guðs. Og sá sem vill reyna hlýðni við vilja Guðs kemst fljótlega að því að það sem drottinn setur á hans herðar eða biður hann er engum manni og engri konu ofverk. Hann og hún mun ráða léttilega við það. Þetta kemur allt saman í ljós þegar við förum að stíga fram í okkar köllun. En ef við stígum aldrei fram í kölluninni og látum aldrei á neitt svona reyna, þá erum við bara áfram börn í trúnni. En drottinn segir að við eigum ekki að vera börn í trúnni, heldur eigum við að fullorðnast í trúnni. Það er svona margt merkilegt sem drottinn er að segja og tala til okkar vegna þess að hann er alvaldur. Hann veit allt, þekkir allt, hefur hönd í bagga með öllu, en ég er hér, veiklundaður maður, en veit vilja Guðs. Veit að hann vill að ég og þú, biðjum, að við lesum, að við eigum samfélag hvort við annað og umfram allt að við elskum samfélagið okkar. Elskum við samfélagið okkar. Mörg okkar gerum það, já. Elska ég samfélagið. Ég elska samfélagið mjög heitt. Og það hefur drottinn sýnt mér hvað hann vill hafa mig. Það kemur fyrir mjög sjaldan, kannski oft samt, að ég ekki vera að mæta á stundirna mínar. Já, mjög sjaldan, ég verð nú bara að viðurkenna það. En hvað það? Að þegar ég er ekki á stund, þegar það er stund, vistu það, þá líður mér ekkert sérstaklega vel inn í mér. Og drottinn sýndi mér þetta daginn að ég mætti ekki þarna eina að tvær stundir sem voru. Og ég var svona leið ekkert vel inn í mér og ég vildi ekki fara en langaði til að fara og svo framvegis. Og svo fór ég á stundina og þá var ég ekkert að berjast þessari baráttu sem ég hafði verið að berjast í vikunni, segjum það. Vegna þess að drottinn var að segja við mig, Konráð, þetta er staðurinn sem ég vill og sækir.
Já, þá sá ég hvers vegna ég var að berjast. Ég var raun og vera að berjast við Guð. Hann vildi hafa mig á ákveðnum stað, en ég vildi ekki fara, skiptir ekki máli út af hverju, en ég vildi ekki fara, og þá byrjaði þessi barátta inn í mér, sem ég vissi ekki hvað var komin, né af hverju nákvæmlega var, en fekk staðfestingu í næsta skipti sem ég kom á stund, því að þá lék bara friður mig, þá var ekki þessi baráttu í gangi. Þannig að það lá alveg ljóst fyrir hvers vegna hún var til staðar á þessum tíma. Þetta er gott að fá svona, því að Drottinn talar til okkar. Hann skipar engum neitt, en hann hefur lag á að koma því þannig fyrir að við gerum hans vilja. Hann gerði það í mínu tilviki með því að leyfa mér að aðeins að slást við sig. Og ég vissi ekki af hverju ég var að slást, og allra síst að ég var í raun og vera að berjast Guð. Hann sýndi mér að þarna þegar ég kom, því að þá bara lék friðurinn hjarta mitt. Þetta hefur nokkuð oft gert, og maður getur farið að rekja sig aftur í tíma hvað þetta varðar. Þetta held ég hafi alltaf gerst ef ég hefur eitthvað þverskallast við að koma á stundina. Ég segi í dag, Drottinn hefur sagt mér raun og veru með þessari aðferð hvað hann vill að ég sé. Hann vill að ég deili með fólkinu sem hann hefur sett mig kringum og innanum, eða deili þannig séð, bara vera með því. Það er kannski að deila sjálfum sig með öðrum, og er það ekki bara besta mál. Þetta er mjög mikilvægt einmitt að við áttum okkur á því, glímunni innra með okkur. Þegar okkur líður kannski ekki hvað best, þá getum við spurt, er ég að gera eitthvað rangt? Jú, ég var að gera eitthvað rangt, því að vilji Guðs var ekki að ég væri þarna. En það er einhver kvaðir, það er einhver skipanir. Ég tek ákvörðun, en hann sýnir mér hvað hann vill, að því hann veit, hann þekki hjarta mitt, hann veit að hjarta mitt þráir að gera vilja Guðs. En ég er náttúrulega bara eins og þú, ég er bara manneskja. Veiklundu manneskja sem er að berjast trúarinnar góðu baráttu með svona, já, vonandi oftar góðum árangri, en ekkert alltaf. Þegar maður þekkir ekki Guð eins og hann er. Hann vill að við séum á ákveðnum stað, og hann býr svo hnúta að þér líður ekkert vel ef þú ert ekki að gera það sem hann vill, og þú veist að þú ættir frekar að vera. Þetta sýndar mér þessa dag, og eins og ég var að segja, þá get ég rekið þessa líðan kannski svolítið aftur í árin, og því að mér hefur alltaf liðið svona ef ég hef ekki verið á þessum stundum, sem eins og ég var líka að segja, og það er alveg satt, gerist mjög sjaldan en gerist, en ég sé það núna að þetta var aldrei vilji Guðs að ég sleppti úr stund. Er það merkilegt? Að hlýða Guði er náttúrulega mjög merkilegt. Því að það er blessun að því að hlýða Guði. Hann er með tilgangin. Þú sérð ekki tilgangin alltaf. Þú sérð ekki nema bara það sem er í kringu þig eins og vorum að tala um á það. En hann er með heilda planið. Hann er með áætlun fyrir þitt líf. Svo áætlun getur verið uppi. Hann vilji bara að þú sért með öðrum kristnum fólki. Af hverju? Alltaf sé nú ekki vegna þess að það er nú hreinlega blessun af þér, eða mér, eða okkur. Þess vegna vill hann að við séum þessi blessun inn í hópnum. Er rangt að segja svona? Ég spyr þig, er það rangt? Ég held að segja ekkert rangt. Þú ert blessun fyrir aðra. Og ef þú ert blessun fyrir aðra, því þó ekki ég líka. Með sama anda í mér og þú, heilagan anda. Auðvitað eru við blessun hvort fyrir annað. En ef við sitjum heima og gónum og loft á veggi, ekkert að fara neitt, þá erum við nú ekki blessun fyrir neitt. Ekki einu sinni fyrir sjálf okkur, því að okkur líður kannski ekkert vel undir þessum kringumstæðum. Sjáu þið ekki hvernig Drottinn vill opinbera sjálfan sig í hinu smæsta. Kannski fyrir þig og mig og okkur kannski ekkert mjög alvarlegt mál, en samt nógu alvarlegt til þess í augum Drottins að hann kom því svo í kring að mér leiði ekkert vel. Samkvæmt þessu þá leit hann alvarlegum augum á það að ég væri ekki þar sem ég átti að vera. Hvað með þig?
En hefur þú sögu að segja þegar þú ert að þráast við að koma á stund eða gera eitthvað sem þú veist og langar til að gera og hefur gaman að því og yndi að gera en gerir ekki, fer þá svona í gangi hjá þér? Skoðaðu það. Þá segi ég, það sem ég uppgötaði, ég var að slást í raun og veru við lifandi Guð. Þannig sé innan gæsalappa. Eins og við varum líka að tala hann sýndi mér það á næstu stund, því að þá lék bara friðurinn hjarta mitt. Og ég sá það, mér líður bara vel núna. Það er ekki þessi núningur innra með mér, eins og var. Og þá áttaði ég mig á því, að ég var í raun og veru að berjast við Guð. Glíma við Guð. Hann var sem sagt að tala til mín, en þó skildi ég þetta að lokum, hvað var að vera. Ætlaði ég þá sem sagt eftirleiðis að mæta á allar stundir, ég bara bið það já. Því það er það sem ég vill gera. En stundum hlýði ég ekki þessu. Og ég að segja þér það, að trú mín er stundum ekkit rosalega öflug. Ég held að trú mín sé samt jafn öflug þinni trú, því að ég held að við bæði og báðir séum á þessum stað að vilja ekki gera þetta og hitt. Þó við vitum skýran vilja Guðs með þetta og hitt. Já, vinir, við þurfum á Jesú að halda, og ekki bara á Jesú að halda, við þurfum að vita hvað snýr fram og aftur á trúagöngun okkar. Og við vitum hvað snýr fram og aftur á trúagöngun okkar, af því að við erum að gera það sem Drottinn er að bjóða. Hann er að fræða okkur, hann er að segja okkur, hann er að tala við okkur. Já, hann tala við þig, hann tala við mig sem einstaklinga. Hann er Guð einstaklingsins. Kristur dó fyrir einn. Það segir á einu staði að það við lengi verið kennt og oft talað þá, ég tek undir það. Ef að þú væri eina manneskinn í öllum heiminum, þá hefði hann dáið fyrir þig. Þannig við sjáum að hann dó fyrir einstakling, persónu. Hann vill ekki horfa eftir persónunni þér í helju. En hann segir, ég er hinn uppreisni Kristur. Og ef þú vilt ekki trúa mig, þá endar þú þar. En hann gerir allt sem hann getur til þess að þú áttir þig á því að þetta er grafalvarlegt mál að ganga lífið eins og við gerum. Þetta þá förum við, en Kristur segir, þú munt lifa. En ef þú tekur við mér, segir Drottinn, muntu lifa hjá mér. Það er til helja. Helja er ekki hér. Hún kemur eftir að dagar okkar eru taldir. Og það segir, þegar við höfum dáið Drottni okkar, eða dáið, segjum það, þá verður engu bætt við og ekkert lagt ofan á. Sem sagt, þegar þú skilur við, þá skilur við lífið eins og þú hefur lifað því. Sem sagt, þú trúðir á Jesú, þú ferð á þangað. Þú trúðir ekki á Jesú, þú ferð ekki til hans. Alveg skýrt. Og þetta í skjóli þessar upplýsingar, við vitum að þetta er réttar upplýsingar, er alveg ljóst ábyrgðin sem er á kristnum manni. Honum ber að tala það sem hann þekkir best og veit best og það er Jesús. Jesús er bjarg mitt, festa mín og uppreisa mín. Hann heitir Jesús. Ég er hólpinn. Og ég er þakkláttur fyrir það að vera hólpin manneskja. Og ég þarf stundum að glíma við Guð, eins og ég var að tala áðan. Og ég er að glíma við Guð en tel mig vera að glíma, eða skil ekki af hverju mér líður ekkert sérstaklega vel núna. Núna veit ég það. Ég veit ástæðuna. Það var þetta, að þú áttir að vera annar staðar en þú varst. Þú áttir að vera með fólkinu á stundinni, sem ég var ekki. Og mér leiði ekki vel. Þannig að ég veit þetta núna og vonandi verður þetta til þess að maður hafi nú vitað í framvegis að vera það sem manni líður vel. Því að mér líður nú oftast nær vel á stundum. Ég held ég tali fyrir þína hönd líka og okkur líður oft mjög vel á þessu stundum. Það er mjög eðlileg því að þar er talað Guðs orð og Guðs orð er lífið sjálft.
það er næring fyrir hjartað, það er næring fyrir anda minn, það er næring fyrir heilagan anda í mér. Ég þarf að sinna þessu öllu. Og ég fæ uppörfun og hvatningu í hópnum með beinum og óbeinum hætti. En uppörfunin er þar. Hvernig sem við horfum á hópin og lítum á hópin, þá er uppörfunin þar að finna. Og hvað er ekki annars stað? Þannig að þetta er nú allt saman þar sem við þurfum að vera og vita um. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að gera, sem við erum að kenna í orðið Guð. Það er sem sagt að menn séu bara með sjálfan sig þar, það er stund á eftir, ég ætla að fara á hana. Það er einhver samverustund í kirkjunu og ég ætla að fara þar. Og hafa þetta bara sem reglu, og ef einhver annar kemur í veginn sem að vil fá þig til þess að gera eitthvað annað en þetta, þá segir þú, þetta er bara því með frátekin stund fyrir þetta verk. Ég get komið með þér á morgun, en ég get því miður ekki komið með þér núna því að þá er stund í kirkjunni. Svona vill Drottinn að við tökum á hlutunum. Og þetta getum við þjálfað okkur upp og þetta getum við vanið okkur við vegna þess að Drottinn hefur allt til allt til þess að við séum á þeim stað sem hann vill að við séum á. Og hvaða staður er það? Það er til dæmis í hjarta hans í hjarta mínu og ég er í hjarta hans. Það er staðurinn sem hann vill að við séum skilurlaust á. Já, þetta er val mitt. Drottinn segir það, ef þér eruð í mér, þá verð ég í yður. Með öðrum orðum, ég að samkvæmt þessu þarf að velja hann. Hvenær? Einu sinni tvisvar, ég þarf að velja hann á hverjum degi. Og ég opnaði augun og ég sagði, Drottinn, ég vil þjóna þér í dag. Við getum vanið okkur á þetta, sem sagt, við getum vanið okkar á góðan ávana. Við getum vanið okkar á slæman ávana. Það bara fer eftir því hvað við veljum. En við sem eigum Drottinn í hjarta okkar, við höfum fengið hreinsun á hjartanu, það sér ekki meðvitað um synd, þannig það liggur beinast við að við veljum það sem er betra. Og meira, það besta. Og þá verðum við bara búin að draga hring utan um lifandi Guð. Hann er það besta. Viljum við þetta? Ég veit allan að við viljum það besta. Ég á ekki neitt betra en þetta. Og ég get því miður ekki gefið þér neitt annað ráð nema það að þjónaðu lifandi Guði. Gerðu vilja hans, hlýddu honum. Vertu þar sem hann er. Hvar er hann? Þar sem þú ert. Það er að segja, þú valdir hann í dag. Þá er hann í þér, af því þú ert núna í honum. Og þú ert með honum í dag, af því þú vilt vera með hann í þér. Þú vilt hann sé í þér. Og þá segir Drottinn, þá ert þú í mér. Þannig það er ekkert upp á hann að klaga, en það getur verið upp á mig að klaga vegna þess að ég er kannski komin með þanga minn út í eitthvað aðra sálma. Eins og vorum að tala hér í upphafi, þá leið mér ekkert vel. Það var stund, ég var ekki þar. Og ég fór ekkert á hana. Svo þegar ég kom á stundina, að þá leið mér vel. Og Drottinn sagði mig, það er vegna þess að ég er að segja hvar þú átt að vera, samkvæmt mínu vilja. Þetta er alveg kvitt og skýrt af hans hálfu og ég meðtek þetta. Ekki svo skilja að maður kannski slepp ekki einhvern tímann stund, þó maður sé ekkert að plana það neitt núna. En ég allavega veit svo mikið að þetta er það sem Drottinn vill að ég geri. Hann vill að ég seti sjálfa mig þarna, vinni með þetta þarna, geri það sem hann vill að við gerum og ég geri, þá er það bara eitthvað í kringum hann, orðið hans, trú mína, leyfa þessu öllu saman að starfa saman til að úrverði einhver ein heild. Þetta er lífið sem hann vill gefa okkur. Þetta er þetta sanna trúarlíf sem við viljum öll eiga og vildum öll hafa og vera undir og vera í. Þannig við sjáum að predikunin og kennslan, hún þarf að snúast þetta einhverjum á sérilagi.
Þú og Kristur saman. Þetta þarf að snúast þetta. Meir en margt annað. Ég og Kristur saman. Og hann sér rest. Með mér að því ég í honum. Þetta óflókið, þetta einfalt. En fyrir svo marga erfitt að sjá þetta. Og ég örugglega verið á þeim stað að það verið erfitt fyrir mig líka að sjá þetta. Þess vegna líka við að kenna orð Guðs. Setjum okkur undir orð Guðs og beygjum okkur fyrir orði Guðs. Af því við viljum hvergi annars staðar vera nema það sem orð Guðs kennt. Og það sem það kennt rétt, þar viljum við vera og meira, við eigum heima þar. Hvernig get ég verið viss að orðið sé rétt kennt? Þetta náttúrulega bara tugga. Þetta bara frasi. Þú getur verið 100% viss það, þú tekur að þér orðið sjálfur. Þú ber með öðrum orðum ábyrgð á þinni trú. Engin fyrir þig. Og það rangt. Það ætlast til þess að aðrir beri ábyrgð á manns eigin trú. Þú ferð til ríkis Guðs, þú ert hólpin fyrir þína trú. Ekki fyrir trú annara. Þannig að þú ætlar ekki lengur hafir gert að læsa hendiðinni í belti náungans, bróðir systis. Nei, þú ætlar að læsa þá hönd þinna í hönd drottins og þeir munu leiða saman í gegnum þetta líf. Það er það sem drottin vill að við gerum. Það er þetta sem mann vill að við eigum. Og þetta er það sem að predikunin og kennslan þarf einhverjum að snúast Það er þetta nána, trygga og trúa samfélag við lifandi Guð. Og það er dagleg iðkun. Við viljum hafa blessun. Blessaðu mig drottin, segjum við. Og þetta er góð bæn. En hvað við að gera sjálf í okkar lífi til þess að fá blessun? Og hvað við að tala þegar við að biðja blessun? Peningur, eiga mikið af peningum blessun? Peningar eru nauðsynlegir fyrir lífið. Jú, þeir geta verið blessun. En peningar eru slæmir að því leyti til að það er sennilega ekkert eins áhyggjuvaldandi fyrir líf mann og kvenna eins og peningar. Af því við erum búin að koma þessu þannig fyrir þessu blessaða lífi og umgjörðinni í kringum okkur að þetta snýst allt peninga. Og þannig bara líka, ef þú átt ekki peninga, þá gerir þú bara ekki neitt. Þú getur ekkert gert. Jafnvel trúaður maður sem lyftir höndum til drottins þarf sína peninga. Og drottin er góður. Ég hef reynsla á honum að þessu leyti líka og hana góða. Hann skaffar það sem þarf. Hann fer bara sína leiðir hvað þetta varðar og þú færð þína framfærslu frá, þiggur þetta úr raun og veru úr hendi Guðs. Hann kom í þannig fyrir að eitthvað fór í gang og þú fórst að fá peninga í vasan. Ekki háar upphæðir, kannski og ekki háar upphæðir, en nógu mikið til þess að þú getur veitt þér. Já, í dag svo komið hjá mér og ég geti raun og veru veitt mér það sem ég þarf, hvað sem er. En ef ég ætla að fara í heimsreisu, þá þyrfti ég að leggja að bíða eitthvað aðeins með það því að það safnast á reikningin. En hún kæmi bara ef ég hefði biðlun til þess að bíða nógu lengi. Hún kæmi 1 ár, 2 ár og 1 ár, 2 ár, svona að þú horfir tilbaka, maður þetta ekki neitt. Þetta leið eins og örskot. Það ekki? Þetta er það sem að gerist þegar að trúin er komin inn í og þú ert komin með einhverja vitund hvað trú sé, þá verður þetta svona. Þú sérð þetta þessum augum. Og þér líður vel í þessu umhverfi að þú finnur að hjartað er rótt. Og þegar að hjartað er rótt, þá er alveg ljóst að þú ert ekkert að berjast við Guð.
eins og stundum hjá okkur. Við teljum þetta ástæðan að vera aðra, en við erum í raun og veru að berjast við Guð. Og svo má þetta ekki vera, mínir kæru vinir. Nú ég að tala sjálfa mig, ég vitnaði áðan þetta og þetta sannleikur, þetta var svona. Og ég sé, eins og ég var líka að tala að þetta var oft gerst hjá mér. Í raun og veru var ég að kljást við Guð. Því hann vildi að ég væri annar staðar en ég var. Akkur vildi hann að ég væri annar staðar en ég var, vegna þess að ég og þú við erum blessun. Okkur finnst við kannski ekki vera nein blessun, en Drottinn vill að við séum þarna af því við erum þessi blessun. Og hvað segir þetta okkur? Lærum að sjá hluti eins og Drottinn sér þá. Það mögnuð kennsla sem þarf að ganga út líka. Sjáum við ekki hvernig Drottinn vill að kennslan hún miðist við einstaklingin. Það gaman að vita margt eitt og annað. En við þurfum líka að vita okkur sem einstakling í sambandi við lifandi Guð. Ég einstaklingur og ég þarf að lifa í sátt við lifandi Guð. Ég þarf að vita skilyrðislaust hvað hann vill að ég geri. Og þá engin núningur inn í mér. Ég veit vilja Guðs. Og núningurinn og ég sá þetta ágæta fólk í söfnuðinum, en ég var ekki þar og þess vegna var þessi núningur. Ég hygg að þú hefur oft lent í þessu sjálfur og sjálf. Þannig að við erum ekkert að segja neina nýja fréttir, en samt gæti þetta verið opinberun fyrir einhvern sem hefur ekki hingað til að átta sig á því hvers vegna hún líður ekki vel. Hvers vegna hann að nuddast utan í þessu og hinnu. Hann áttar sig ekki á, í raun og veru hann að kljást við Guð. Hann í átökum við Guð. Drottinn Guð blessunarinnar. Hann vill að þú sért það sem blessunin og hann veit að þú ert blessun. Og bara það að þú sértar sín blessun. Svona talar Drottinn við okkur. Þannig að þetta líka mynd upp á það að við erum hvort fyrir annað. Alveg skilyrðislaust erum við hvort fyrir annað. Ég fyrir þig, þú fyrir mig. Og við saman myndum svona einhver tengsl sem eru kannski svona sinn leyndardómur en til staðar sem getur leyst út vissan kraft í Jesú nafni. Men Drottinn segir það til að mynda, ef þeir eru saman samhuga bæn, þá mun ég veita hana, eitthvað í þeim dúr. Þeir þrír, þá mun ég veita það. Hann að tala samhuginn, samvinnuna, samstarfið. Þannig að við sjáum að hann á mörgum stöðum þar sem hann ýjar að þessu samfélagi við sitt fólk. Ekki samfélagi bara við hvað sem heldur samfélagi við hann. Hann miðpunkturinn í sínu samfélagi. Hvernig sem við lítum á það, þá snýst það alltaf hann. Svo var það neitt sem viltist frá, svona inn að gæsalappa, og hann var þar. Hei, farðu þangað, ekki vera hérna. Þú átt að vera þarna, þú átt að vera með þínu fólki. Ég veit að núna, ég skil það núna, ég skildi það á næstu stund, því að það lék bara friðurinn mig. Engin átök. Svona Guð. Hann að tala tæpitungulaust við okkur. Akkurju? Hann að bæta lífið okkar. Hann að blessa lífið okkar. Hann að segja, þú ert blessun það sem þú ert. En þú ert engin blessun fyrir nokkurn mann eða þú ert heima. Þú ert blessun þegar þú ert. Þegar þú ert, þá ertu blessun. Þetta það sem Drottinn vill segja við okkur. Við þurfum að heyra svona boðskap, því að eins og ég sé trúna í Jesú nafni, þá sé ég alltaf Drottinn og einstakling saman. Drottinn og einstakling saman. Nærvera Drottins miðar við einstakling.
Drottinn læknar einstakling sem hefur veikst af einhverjum orsökum. Einstakling það ekki rétt. Hann talar orðið til einstaklings. Hann vill að orðið hjartað fyllist af sínu orði í einstaklingi. Í einu söfnuði eru margir einstaklingar. Hann gerir eins við og alla. Einn og sérhvert fær það sem að þarf. Af blessun, af bænheyslu og hvað sem það er, vegna þess að Drottinn sinnir einstaklingi. Hann dó fyrir einstakling, en hann segir hvernig umgjörðin mín og líf þarf að vera. Vertu í samfélaginu, segir Drottinn við mig. Þetta er nokkuð sem við vitum, en við eigum til að þess skallast við þessu vegna þess að bara ástandið okkur er svona, en við vitum líka að ástandið á mér og þér og okkur er ekki alltaf neitt sannleikur. Við erum að draga upp einhverja mynd sem er ekki sannleikur. Og ég held að það sé svakalega stór stund fyrir hvað sem er mig að þig þegar við sjáum þetta svona. Kannski höfum við séð þetta svona. En ég veit að við dettum inn í þetta aftur og aftur. Hvað kemur upp núna? Veikleika bundinn maður. Og ég er ekkert einn um þetta. Við erum öll þarna. Og hvað segir þetta meira? Ég þarf á Jesú að halda. Alveg hiklaust þarf ég á Jesú að halda. Er þetta einhver niðurlæging fyrir mig? Ég sé nú bara upphefði því að viðurkenna, því að þá er ég að viðurkenna ákveðin sannleika. Og það er aldrei nein niðurlæging falin í því að viðurkenna sannleika. Það er alltaf styrkur mannsins að viðurkenna sannleika. Hvernig verður maður, drykkjumaður edrú? Hann verður edrú þegar hann viðurkennir sannleikan. Að vímuefnið eða áfengið, það er náttúrulega bara vímuefni, er það sem er að kefja. Þegar hann viðurkennir þetta, getur hann að tekið næsta skref í rétta átt. Og þessi maður, 40 ára seinna, 50 ára seinna, er ennþá edrú. Þegar hann sá loksins sannleikan og hann talaði út sannleikan. Akkur gera þetta ekki allir? Það er ekki nokkulega að svara þessu. Maður gæti spurt á móti, akkur gera menn ekki alltaf það sem er rétt? Það getur engin svarað þessu. En stundum gerum við ekki það sem er rétt. Þess vegna þurfum við orðið. Sem með hjálp orðsins og trúarinnar, þá er miklu meiri möguleikar til að við gerum oftar það sem er rétt. Og sá sem gerir það sem er rétt, hann þarf aldrei að fara með veggjum. Það kemur engin skömm upp í honum. Er það fullkominn maður? Það má segja það ef hann sé fullkominn maður. Og ef hann heldur sér þarna, þá heldur hann áfram að vera þessi fullkomni maður. Og þetta er hægt. Já, þetta er hægt. En þú gerir það ekki ef þú vilt ekki ganga með Jesú þessa ferð. Þá er það ekki engin möguleiki á því. En með Jesú, gerandi vilja hans og þekkjandi vel það sem hann vill að við gerum, er þetta gerlegt. Þetta er ekki létt, en þetta er gerlegt. Já, við getum þakkað fyrir það, mínu kæru vinir, að við eigum árnaðan mann á himnum. Þegar ákærurnar koma frá óvinnunum okkar, hann er nú bara í því, lognar og kannski sannar líka inn á milli, þá segir faðurinn við hann, hvað er þetta að tala? Hann er alveg svoleiðis bara fróðufellandi að ákæra mig og þig, segjum það. Hann er kannski, segjum að hann sé svona sísleika á borðið, svo horfum við, hvað ert þú að tala um? Og hann horfir á Konna og Jonna og Nonna og hvað sér hann? Hann sér bara myndin af Jesú.
Og hann segir, hei, þessi strákar, þeir trúa á Jesú. Hvernig dirfist þú að vera ákæra mitt fólk? Og hann þagnar og fer. En kemur aftur. Af hverju? Hann fullur af illsku. Þess vegna kemur hann aftur. Það er illskan sem etur honum fram. Sumir etjast fram af illskunni í eigin hjarta. Við stígum fram í því sem Drottinn hefur gefið okkur. Og það er blessun og það er vilji Guðs í verki sem við erum að sýna. Og hvað kemur út munn? Orð sem að byggja upp. Sem segja sannleikan. Bæði við okkur sjálfa og aðra. Það er okkar hlutverk. Þannig við erum án afsökunar. Við erum vel að okkur í orðinu og státum að því og það er gott. Og það er ennþá betra þegar við förum að taka þetta orð yfir til okkar og svo lifum við eftir þessu orði. Og það fyrir að kenna okkur. Já, þú ert að glíma. Þú nefndir ekki á stund, ég er að tala sjálfa mig. Og þér leið ekki vel. En vissir hvar þú hefðir átt að vera. Svo svaraði Drottinn í næstu stund sem hún komst á. Með þessu friði sem lék hjartað. Hann sýndi þér svart og hvítu, nú er engin átök konni þér. Af hverju? Af því þú ert þar sem ég vill að þú sért. Það var nú ekki flóknara þetta. Og ég held að sé að tala við fullt af fólki einmitt núna. Sem hefur þurft að glíma við þessa þætti. Skilur ekki að vegna þess að því líður ekki vel einhvern veginn. En þarna liggur ástæðan. Hún liggur í þessu. Að við erum ekki að gera það sem Drottinn hefur verið að bjóða. Og þetta er það sem að predikari og kennari á að tala um. Hann á að fá menn til þess að lyfta sér upp úr þessum aðstæðum. Og þá er aldrei að vita nema hann gerir þetta ekki aftur. Og það er sigur. Við þurfum að beygja okkur undir hlýðni við vilja Guðs. Það er blessun bæði mér og þér og fyrir okkur öll að gera vilja Guðs. Er það erfitt? Það verður bara eins erfitt og við viljum að það sé. Það er ekki erfitt, nei. Þegar við temjumstum við agan sem að Drottinn er að bjóða okkur að vera undir, þá verður þetta ekki erfitt. Þá göngum við að þessu hverju eftir öðru. Að því við höfum agað okkur undir það. Og það er alveg hiklaust það sem Drottinn vill að við gerum. Sem sagt, hann skaffar okkur verkfæri til að nota og verkfærið er í þessum máli agi. Já, það er verkfæri. Við höfum að nota þessi góðu verkfæri sem Drottinn er að rétta okkur upp í hendurnar af því við þurfum á þeim að halda. Við þurfum að vera þarna. Við þurfum að eiga þetta og við eigum þetta. En ef við erum með þetta til hliðar og ekkert að nota það, þá sjáum við að það nóskup lítið gagn í því. Við þurfum að nota hamarinn og saugina og skrúfjárnið og skrúfvélina hvað þetta er sem við erum að nota. Þá verður þetta allt miklu léttara. Og svo venjum við okkur á þetta og við temjumstum við þetta og þetta verður ekkert mál að fara í þetta og gera þetta. Af því aginn er hjálplegur við allt svona. Aginn er stór merkilegt fyrirbrigði. Vissirðu það? Já, ég held þú vitir það. Við vitum ýmislegt. Gerum því bara það sem er rétt. Þess vegna ætlum við að taka okkur taki með það að búa ekki svo hnúta að við séum heima að stund í kirkjunni og okkur líður illa. Við erum bara þar. Erum bara með. Dóttir segir, Konráð, þú ert blessunin það sem þú ert. Segðu nafnið þitt. Og svo skaltu segja, ég er blessun það sem ég er. Þetta er það sem Drottinn er að tala við okkur í dag. Segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram og bið ykkur endilega að biðja með þessu fyrir mér.